Heil og sæl og velkomin í þennan þriðja þátt héðan að vestan. Í kvöld ætlum við að byrja þáttinn á ljúfum tónum þjóðlagasveitar Akraness. Við ætlum að heyra af skíðaævintýri í Grundarfirði, reynum að komast að því hversi þverhausinn í Ólafsvík og loks endum við þáttinn upp í Borgarfirði innan tröll og timburtjöld. Hvað segirðu Ragnar? Segðu mér aðeins frá þjóðlagasveitinni hérna á Akranesi, Slitnum strengjum. Já, Slitnir strengir það er nýja nafnið á henni. Við vorum alltaf þjóðlagasveit og erum þjóðlagasveit Tónlistarskólans á Akranesi. Núna nýlega þá skiptum við nafna því að okkur þótti þetta nú svolítið svona erfitt í hérna, sérstaklega þeir voru til útlanda að segja þjóðlagasveit Tónlistarskólans á Akranesi, að kynna þetta. Þannig að það var verið að leita nafni og við fundum aldrei rétta nafnið. Fyrir að loksins ein stelpan í sveitinni kom með þetta, Slitnir strengir, sem að tengist kannski svolítið nafni á hljómsveit sem að ég var í tónlistarskólanum þegar ég var að læra. Þá var ég í sveit sem að heiti Brotnir bogar. Lærið þú hér? Já, þessum, já. Wilma Young sem var kennarinn okkar. Og við vorum svo heppin að læra ekki bara klassíska tónlist, heldur líka að spila eftir eyranu og fá svona írska. Hún alltaf, Wilma Young var og er skosk, hún er frá hérna Lervík á Hjaltlandseyjum. Og hún kenndi okkur írsku og skosku slagarana, sko, rælana og jiggana og þetta var náttúrulega bara algjör gjöf. Og þetta er náttúrulega eiginlega, má segja, svona rótin af því sem að við erum að gera í dag, eða svona upphafið í rauninni, hérna. Af þjóðlagasveitinni? Já, og náttúrulega hugmyndin mín vex svolítið út frá þessu, en formið eins og það er í dag er svo allt öðruvísi, vegna þess að fyrir utan tónlistina þá lærði ég náttúrulega sko, það sem heitir speech formation á Englandi, sem er svona textameðferð í leikhúsum og þetta er alveg 4 ára nám og þar sem nú tekur líka leiklist sem aukagrein. Og þegar að 2001 við sem sagt förum ég mynda þarna hóp sem eru 7-8 stelpur og við förum til Ólafsvíkur í svona æfingabúðir og það má eiginlega segja út frá þeim þá verður einhverju hérna frægið sá þarna og þannig kemur sem sagt vex þessi hugmynd og ég hugsa já, þetta er eitthvað sem að ég gæti farið að stað með og það sem ég kemst í raunum líka kemst að er að þær syngja eins og englar líka, sko. Þær spila ekki bara fiðlur og ég ákveð sem sagt út frá þessu að mynda kór, söngkór og náttúrulega hljóðfæraleik sem sagt og byggja þetta svolítið mikið fyrst á skoskum og írskum rælum en síðan fyrir við að taka svona dægurlög og setjum þau í okkar búning, skilurðu. Gerum þeim svona svolítið á okkar útsetningar og allt slíkt. Svo fer ég að taka inn ljóðaformið og speech formation, þessi grein sem ég lærði, það er í rauninni að meðhöndla ljóðaformið eins og tónlist. Vegna þess að fyrir mér er ljóð tónlist. Það er bara rytmi og hrein og í þessu og í rauninni í speechkór þá tek ég hann bara eins og söngkór sé að ræða með crescendo, diminuendo, forte, piano og allt svoleiðis. Ég ætla að láta eins og ég veit hvað er sérst að tala um. Þig er trega manna mest, mætt af táraflóði. Ó að við hefðum aldrei sést, elsku vinurinn góði. Við segjum bara eitt ljóð eftir Til eru fræ, Davíð Stefánsson og tökum það og ég vinn með það í ljóðaforminu og maður bútar þetta niður bara eins og í röddum og svoleiðis eins og maður gerir með sópran og allt og svoleiðis og svo bara vinn ég með þetta eins og stykkið sé að ræða. Síðan vinnum við með tónlistina og spilið og sönginn og þegar ég byrjaði með þetta sem sagt að blanda bara öllum listgreinum saman sem að ég sjálfur var búinn að læra og þannig myndaði svona, má segja svona sýningaform sem að ég vil kalla tóngjörningur sem að hefur upphaf, miðju og endi og þarna erum við sem sagt að göngum alltaf út frá einhver ákveðnu þema sem við búum til, söfnum ljóðum í það, söfnum lögum
og finnum svona kannski rauðan þráð í gegnum sýninguna og þetta verður, já, eins og ég segi, svona tóngjörningur í lokin. Heldur betur slegið í gegn, það er ekkert öðruvísi þegar þið verið að sýna á fleiri stöðum. Já, jú, þetta var náttúrulega sko ævintýri sem að, hvað á ég að segja, þú veist, mig hefði aldrei dreymt það að ég ætti eftir að vera hér í dag og vera að undirbúa geisladisk nr. 2 með hópnum vegna þess að þegar ég var í Ólafsvík og það er gaman að geta þessa á þessi æfingahelgi sem við vorum þarna, þá við gistum eina nótt og héldum svo tónleik og það komu 4. Það var sem sagt Lári skólastjóri í Tónlistarskólanum á Akranesi og það var presturinn og kona pressins og ein frænka einna stelpunar í hópnum, þannig að við fengum 4. Þetta var í kringu 2000 og þeir eru komin í Hörpuna 2015. Já. Og inn á milli erum við náttúrulega búin að gera heilmargt. Við erum náttúrulega búin að vera á stóra sviðinu í Borgarleikhúsinu og nýja sviðinu í Borgarleikhúsinu. Við höfum farið í Hof og haldið tónleika á Akureyri og farið til Danmerkur, Skotlands, Frakklands, Þýskalands og við stefnum núna á aðra, það er beðið eftir okkur á Skotlandi, bara þau vilja fá okkur aftur og við stefnum á það næsta ári. Eru þið búsettar báðir hérna á Akranesi? Já. Og er það allar sem eru hér eða eru sumar? Flestar. Það er ein bara núna. Ein núna í Reykjavík, en þetta er búið að vera alveg út á suður. Náttúrulega flyttið til Reykjavíkur í skóla, alls konar eins og þetta er. Þannig að við erum alveg búin að vera að flakki líka, en við komum alltaf bara hingað á æfingar. Já, þannig að þið hélduð frá 9 ára aldri og svo kemur inn skólinn sem þið sóttuð kannski bæinn. Alltaf að þetta fastur liður á Akranesi. Já, þetta var bara... maður tímar ekki að hætta sem að vera í þessu að eilífu. Og síðan bara gerast hlutirnir að það bætist í þetta vekur athygli og yngri stelpurnar í skólanum og krakkarnir, þau horfa svona aðdáunar augum á þetta fyrirbæri, það náttúrulega litið svo upp til þeirra sem voru í þessum hóp sko. Og það varð alltaf svona takmarkið, það markmið hvers og eins að æfa sig nógu mikið til þess að geta komist inn í hópin. Þetta er svo alls konar tónlist sem við erum að spila. Þetta er ekki bara þjóðlög eða bara einhverjir sálmar. Þetta er bara nútíma pop og við erum með blandu þessu öllum saman og þetta er bara... Heyrðið þið ekki Adele hérna áðan? Jú. Er hún með ykkur í þessu? Það eru sko 2 Adele-lög á disknum sko, þannig að þetta er mjög hendar íslensk dægurlög og alls konar. Þetta er alveg bara, þetta er mjög breitt. Breið og góð blanda. Já. Og ég allavega hef ekki heyrt ennþá, fólk sem kemur, kannski hefur ekki farið áður á tónleika sem er mjög hissa hvað það er að sjá. Af því að það heldur kannski að sé að koma eitthvað bara þjóðlega, einhverja tónleika eða eitthvað svoleiðis. En þetta er meira en það. Hvað þið eru 19 stelpur í þessari, hvers konar félagskapur er þetta svona utan og innan hans? Þetta er bara frábær félagskapur, við erum alltaf mjög góða vinkonur. Þetta er svona önnur fjölskyldan eiginlega bara. Við erum búin að vera svo lengi saman, við erum búin að alast upp saman, þetta er bara svona, partur af manni, þessi hópur og bara, þetta er æðislegt. Og fiðlan alltaf eins og annað systkini þá líka? Já, ég algjörlega. Við getum samt alveg hist án þess að hafa viðuna sko, það er alveg. Og gerið þið það alveg, hittist þið líka utan? Við höldum partí og svona sko, það maður verður að gera það. Hvernig tónlist er spiluð í þessum partíum? Það er mismunandi sko, það er alveg, jú, það er alltaf einhver tímabundur sem er sett á þjóðlög sko. En það er svona meira þá kannski gríni. Þið eru að safna fyrir núna disknum á Karolínu Fong. Já, jú. Og ég styrki ykkur með því að kaupa mig fyrirfram tónleika eða diskinn. Já. Get ég keypt mig inn í þetta partí? Já, það er alveg, örugglega ekkert vandamál sko.
1980 byggðu Grundfirðingar upp skíðasvæði rétt fyrir ofan bæinn. Síðan komu áraraðir af snjóléttum vetrum og lítið fór fyrir skíðaiðkun. Það var svo í vetur að almennilegt líf komst í þetta þegar bæjarbúar í annað sinn tóku sig saman, allir sem einn opnuðu lyftuna á ný. Þið feðgarnir, þið nú þátt í að móta sögu Grundarfjarðar á skíðum, eitthvað í nútíð og fortíð. Já, pabbi og nokkri með honum og líklegast allir bærinn, þeir störtuðu þessu hérna fyrir mörgum árum. Já, þegar við byrjuðum 83 held ég sem farið með rétt, en það var ákveð að byrjuðum á þessum með dráttavél með tóliftu. Það stóð nú stutt það og svo var stofnað fundur og ákveð að fara að kaupa okkur liftu og það var gert og það kom á einu ári. Það var gaman að segja frá því þegar við vorum búin að fá liftuna og það vorum búin að koma upp yfir og svo komu kvöld og við okkur að fara í þetta næsta dag. Það snjóaði svo mikið að við týndum alla gálgana. Já, það var verkfall held ég minni mig og við fengum fullt af sjómönnum, allir voru í landi og það var verið að fara að leita að þessu. Svo kom einn fullorðinn maður og sagði, heyrðu, ég á giftamæli til þess að leita á gálganum. Við vissi engin hvar þetta var. Svo endaði maður að fundu þetta. Til þess að safna fyrir þessu, þá fóruðum við með skeljabát. Það voru mikið af skeljaveiðir í Breiðafirði. Og fengum að fara einn túr á einu báti í Grundarfirði og fengum meira skammt heldur við áttum að fá og það var allt í sjálfboðavinnu og svo daginn eftir þá fórum við í frystihús og unnu þetta þar. Og þegar við vorum búin með síðasta bitan að vinna þetta, þá hérna fengum við ávísun og náðum að borga lyftun nánast upp. Ár eftir ár það var mikið snjór, mikið fjör í þessu krökkunum. Það var krakkarnir komu þetta úr skólanum, tóku skíð. Það rendi sér hérna, maður fór á skíðunum í skólan, rendi sér inn úr skólanum og síðan var maður allan daginn á skíðum. Síðan fór maður upp á topp, þegar átti að fara að loka og bara látið vita að það var að fara að loka eftir 10 mínútur. Þá rendi maður sér hérna meðfram öllu og síðan bara heim niður í bæ. Þetta var alveg rosalega gaman sko. Þeir taka við á þessu gömlu hérna. Þau eru að standa sér alveg ótrúlega vel eins og gerði í þessu í vetu. Maður er svo stoltur að maður var svolítið tunglítið að þetta lyftan ekki kom í gang en maður var bara svo nýr maður og ungur þegar ég sá krakkarnir voru búin að koma að þessu stað. Stelpur, þið áttu þátt í uppbyggingunni að nýju hérna í Grundarfirði á skíðalyftunni. Hvernig kom það til? Herði, þetta byrjaði örugglega svona 2008. Þá vorum við nokkur hérna sem að settum þetta eða við vildum endurvekja þetta og höfðum þetta opið í smá tíma þangað til að allt bilaði og diskarnir dutta af og þetta er náttúrulega bara allt komið til ára sinna og það var náttúrulega, síðan kom hrunið og það var erfitt að kaupa frá útlöndum og allt rándýrt og engin peningastyrkir og þetta svona bara fór í smá dvala. Síðan var það í janúar sem að fór eiginlega svona allt á flug. Og hérna búið að vera snjór í vetur og og bara flott færi hérna og þá voru einhverju búin að vera að leika sig hérna bara á snjósleðum og fara hérna upp og renna sig niður og þá fórum við bara stað með söfnun. Það var haldið fundur og það fór stað söfnun. Já, svona þegar við vissum að græjurnar voru í lagi, það væri hægt að gera eitthvað. Og það var eiginlega alveg magnað þessi söfnun því að á einhverju 3 vikum söfnuðum við 2 milljónum og það voru bara bæjarbúar og nokkur fyrirtæki hérna í bænum sem tóku þátt í því. Við fórum í verkefni að selja diska. Seldum bara diska á 30 skall. Hvað gerir þetta fyrir samfélagið að geta haft svona skíðabrekku á svæðinu? Það gerir ótrúlega margt. Stemningin hérna núna í veturinn var bara rosaleg. Mögnuð, sko. Þetta bara myndi á dagana fyrir hérna bæjarhátíðin okkar. Þú veist, það eru allir svo hressir og kátir og allir að hjálpa stað og þetta eitthvað, maður kynnist fólkinu sínu betur og þetta er bara algjör snilld. Og bara svona
samheldni einhvern veginn, það var bara að senda SMS, bara hver getur verið lyftuvörur, það var ekkert vandamál. Einhver bílaði, hver getur komið að laga, ekkert vandamál. Þetta var eiginlega alveg magnað. Maður er eiginlega mjög spenntur bara fyrir næsta vetri að opna þetta aftur og upplifa þetta aftur. Hvernig er staðan í dag og hver er framtíðin? Staðan er svo að við erum allavega búin að plana vinnudag núna í lok maí og þá að fara að taka húsi í gegn og lyftan er í góðu standi og diskarnir eru komnir, söfnun fyrir tróðara og helst að byggja húsi við tróðaran. Það er svona á stefnuskrá núna. Og safna náttúrulega bara meiri pening og leita til nágrannasveitarfélagana líka styrki. Af því að þetta er náttúrulega ekki bara okkar hagur, þetta er allra hagur og við viljum vera leiðandi í skíðaiðkun bara á Vesturlandi. Þeir sem eru áhugasamir að taka þátt í þessu, hvernig setja þeir sig í samband við ykkur? Bara í gegnum Facebook síðan okkar. Já. Ef einhverjir eru að horfa á þetta sem eru í góðu skíðalandi, hvað þarf til þess að byggja upp svona lyftu í bæjarfélagi? Snjó. Það er náttúrulega bara, það virðist vera að síðan hún var opin hérna áður fyrir að það er þessi áhugi ennþá til staðar. Og síðan náttúrulega eins og voru opnaði í vetur, þá kunni eiginlega bara enginn á skíði. Það voru allir byrjendur og bara allir hjálpuðu stað og bara ótrúlega samheldni í gangi. Skíðalyftan er komin á stað. Þetta er ótrúlegt. Já, eins og þið sáuð í síðasta innslagi eru samfélög út á landi oft eins og ein stór fjölskylda. Þar deilir fólk sigrum og sorgum, já og gerir góðlátlegt grín hvert af öðru. Það fer ekki á milli mála, á milli bæjarstjórans og hafnarstjórans í Snæfellsbæ ríkir mikill kærleikur. Þó að þeim beri kannski ekki alveg saman öll málefni. Við erum komin hérna á bryggjuna í Ólafsvík og fréttum að þverhusi hérna á bryggjunni sem er steinninn hérna bakum mig. Við ætlum að reyna að koma að staði hver þetta er því að það er ekki alveg allir sammála þar. Sagan á bakvið þennan stein er þannig að þegar að verið að hlaða hérna grjótgarðana hérna, flottu, þá fundum við þennan stein hérna. Já, hann hringdi mig á sunnudegi. Það voru verktakar að vinna fyrir okkur við að raða hérna grjótunni hérna meðfram. Það hringir í mig og alveg ólmur að ég komi hérna niður til. Það sé svo flottur steinn hérna niður frá og við verðum að gera eitthvað með hann. Já, það er náttúrulega mikill miskilningur og bara útúrsnúningur af hans hálfu. Það passar ekki. Ykkur ber ekki alveg saman þetta? Nei, það er nefnilega, ég man þetta svo greinlega. Bjarni Vigfússon Staðasveit, algjör öðlingur og listasmiður með grjót, hann hjálpaði okkur við að búa þetta hérna til, að bjóða þetta til hérna. Svo þegar að gárungarnir í bænum sáu þetta hérna, þennan fallega stein og þetta fallega höfuð, þá sagðu þeir að þetta hefði nú verið alveg tilvalið að reisa minnisvarð hafnarstjóran á hafnarsvæðinu því þetta væri sannkallaður þverhaus. Það passar ekki. Þannig að það er ekkert að milli mála í þínum huga hverjum þessi steinn var ætlaður? Nei. Ég kem nýrðir og hann verður að sýna mér hvort þessi geta að stilla honum upp hérna og gera eitthvað úr þessu. Og ég segi, jú, bara skoða það og fannst alveg tilvalið að flíka hérna upp á svæðið aðeins. Og ég segi bara, ok, ég fer í málið en fattaði alveg leið að þarna ætlaði hann að láta mig reisa þessi minnisvarða, sko. Svo hérna fer ég í þetta og það er settur flatursteinn undir og hinn ofan á. Og svo er þetta tilbúið og daginn eftir þá bara var það alveg almannarómur. Minnisvarða bæjarstjórunum, þverhusinn. Nei, ef það ætti að reisa tilenga mér þennan stein þá hafði hann ekki verið settur á hafnarsvæðið. Hann hefur sett einhvers staðar annars staðar, þannig að það liggur alveg augum uppi að þetta er hafnarstjórinn, ekki ég. Svo get ég alveg sannað þetta, sko, það er annan nefnilega. Af því að þetta er svo hátt og mikið og ég er svo lágvaxinn. Það gæti aldrei að vera svona stór minnisvarði um mig, það er bara lágmynd, sko. Já, það er erfitt að dæma það hvort þeir eru að segja satt, en kannski er þetta bara þannig að hver verður að dæma með sínu nefi. Steinari Berg er margt til lista lagt. Hann var einn öflugasti plötuútgefandi Íslands hér áður fyrr, en vatt kvæðu sínu í kross og gerðist ferðamannabóndi í Borgarfirði ásamt konu sinni Ingibjörgu Pálsdóttur. Við tókum hús á Steinari og fengum að heyra sitt hvað rokk og tröll.
Það vildi þannig til að ég byrjaði að vinna í plötubúð og endaði að gefa út plötur og vinna með íslenskum tónlistarmönnum og fara svona eins langt á hægt að komast í því hérna innanlands og ég ákvað það talsvert áður að verða ekki gamall í tónlistarbransanum, tónlistargeiranum. Það grasrótarstarfsemi og maður svona vill ekki enda á því að vera að klappa fólki á kollinu og segja í hvaða hljómsveit þú vinur minn, eitthvað svoleiðis sko. Heldur halda áfram og mér langaði líka til sko eftir að vera búin að vera í 3 áratugi að vinna svona að framgangi fyrir aðra, ef svo má segja, að vinna svolítið að mínum eigin framgangi og vinna bara með mínar eigin hugmyndir og klára það. Mér fannst ferðageirin alveg ákjósanleg í það og var búin að hugsa það fyrir löngu og auk þess að skipta umhverfi. Og þið hjónin byggið upp hérna í Borgarfirði? Já, við kaupum raunverulega bara bóndabæ, jörð og höfum byggt upp það sem stendur hérna núna. Þið kynnið þetta sem tónlist og tröll? Já, við erum að vinna undir slagorði sem við köllum rock and troll og það að sameina þetta að tónlistarþátturinn sem er hér og tröllin, því við erum við Tröllafossa og sem fékk mig til að skrifa tröllasögur og fólk kemur hérna og hlustar á tónlist og kaupir þessar bækur og fær þær áritaðar af höfundinum og það okkar sérstæða sem við erum að skapa smátt og smátt. Að því maður fær örnefnaskrá þegar maður kaupir jörð og það vakti forvitni mína örnefnin. Þau eru mörg svona sérstök hérna upp í, það heitir Varmalækjamúli sem í landinu okkar, lítið fell eða fjall eða múli sem heitir Varmalækjamúli og í honum miðjum er hrun sem hefur orðið, það heitir Gunnuklauf og ég fór að spyrja, veit einhver eitthvað sem eins og Gunnu og akkur þessi nafngifti dregin. Hérna niður í ánni er hérna afar fallegu veiðistæður, uppáhalds veiðistæður margra í Grímsá en heitir því undarlega nafni Viðbjóður og það vakti líka forvitni mína og enginn kunni eiginlega skýring á því. Og svo hér beint fyrir fram að veitingahúsið eru Tröllafossar og ég fór að spyrja, ekki einhver saga? En það vissi enginn neina sögu og ég leitaði talsvert fyrir mér og fann ekki neitt og svo skeiði það að jólahlaðborðið okkar fyrsta rekstrarári hérna 2005 að þá lýstu við fossana og þá komi ljós í kletti hérna við bara beint út af veitingahúsinu svona gert tröllkonu andlit og með sé að annað andlit, ekki tröllkonu heldur eitthvað ókennilegra líka og þetta eiginlega heltók mig og ég eyddi hérna veturinn næsta á eftir sko í samtali við þessa konu og hún endaði með að segja mér sína sögu og ég skrifaði hana og það var eiginlega mín upplifun sko, fólk finnst það skrítið að maður segir þetta svona en það var eiginlega svoleiðis, það samtali átti sér stað. En ég forvitin, Viðbjóður, kom eitthvað niðurstaði í það? Já, það á sér stað dramatík í bókinni og dauði og hann tengist Viðbjóði. Þetta eru bækurnar þínar? Þetta er ein bók og síðan hef ég skrifað 3 til viðbótar og svo síðasta heitir Trund og hún er svona byggð á þjóðsögum og ég skrifa inn í landið, inn í Vesturland, staðsetjar inn í staði. Þar eru sögur sem sagt hérna á Borgarfirði, Hvalfirði, Snæfellsnesi og víðasta Vesturlandi og kort sem sögukort sem fylgir og nú er ég að vinna að þýðingu að þeirri bók. Og svo erum við með tröllagöngu með upplýsingum tröll og smá svona leiktæki, tröllagarður, eða má kalla það og þannig að það er útivera sem fylgir þessu líka og þannig að fólki finnst þessi nálægð við náttúruna, það er líka partur af sérstöðunni hér sem skiptir afar miklu máli. Og við erum að bjóða upp á svona fjölbreyttagistingu, við erum með svefnpokapláss í það sem við köllum timburtjöld eða camping pods. Við erum með gistiheimili 6 herbyggi þar sem fólk deilir eldhúsi og salernisaðstöðu og mjög góður aðbúnaður og svo erum við bara með hótelherbyggi líka.
timbrutjöld. Geturðu útlistað þessu fyrir mig betur? Þetta eru sem sagt þá svona uppfærsla á tjaldi eiginlega. Það er ekki rennandi vatn í þessu, en við erum með rafmagn og hitan og kindir og við erum með aðeins húsbúnað, kolla, stóla, borð og bekk og svona lokrekkja eiginlega til að sofa í með dínu. Og þetta erum við að setja inn á svæðis þar sem að tjaldsvæðið okkar var, en við ákváðum að leggja það af fyrir 2 árum. Og setja 3 tjaldstæði. Já, og bjóða fólki upp á þessa aðstöðu staðin og það hefur mætt mjög mikil ánægju því að þetta er bara fullbókað núna í sumar, það sem við erum að bjóða upp á þannig. Englendingarnir sko, þeir kalla þetta glend og þeir kunnuðu strax við þetta þegar ég fór að segja frá hugmyndi, fólk var að koma hérna og ég sagði glend, hvað er það? Þá sögðu það er eins og englendingarnir gera í orðum oft, þeir stytta. Það er styttingur glamorous tent. En segðu mér bak við þig hérna, eru fullt af plötum, rúmlega 3000 eintök. Já. Veitingarhúsagestum býðst að spila sína eigin tónlist. Já, þeir mega velja sér plötu og fólk gerir það. Er eitthvað vona að ég finna þetta hérna? Þetta er í stafrófsröð. Þetta er í stafrófsröð, auðvitað hvernig spila. Já, sko. Já, við tókum þessa hérna. Þú ætlar að velja lag. Já, ekki þekktasta lagi er að sjálfvalið. Það er... Hvernig umgengst maður þetta? Er þetta ekki ægilega fínt? Jú. Verður ekki blásið alltaf svona? Já, ég vil ekki... Það er ekki, sko. Ná. Það er ekki bara. Já, að dansa. Við Steinar kveðjum frá Fossatúni. Kvöld sjáum ykkur eftir viku. Einhvers staðar allt annar stað. Átti ég mér fagrar, ljúfar minningar. Nú eru þær horfnar í hinsta sinn til grafar bornar. Æskutaugar allar sundur skornar.